heiti Soffía og þetta EAS þrekmótaröðin. EAS þrekmótaröðin gefur spræku fólki á öllum aldri nýjan vettvang til að setja sér markmið, æfa af krafti og etja kappi við aðra í 4 ólíkum en skemmtilegum þrekkeppnum sem eiga það sameiginlegt að reyna á ystu mörk þreks, styrks, þols og snerpu keppenda. Þetta bara æfing. Síðasta reynslið fyrir 5x5. Allt yfir þetta. Við erum stödd í bootcamp. Hér er Ásmundur Ingi Ólafsson en hann var að taka sitt síðasta reynsli fyrir einstaklingskeppnina í 5x5 keppninni. Hann reyndar á eftir að taka hér liðaæfingu og eftir og mér sýnist að vera svona pínlítið þreyttur. Hvernig hefur gengið? Þetta er búið bara að ganga vonum frá mér. Það er svona ákveðin stígandi í þessu. Maður er að bæta sig með hverju reynsli. En maður er vissulega uppgefin fyrir síðasta liðarrensli, en það gengur bara vel. Nú hvíslaði lítill fugl að mér að þú hefði settið markmið í upphafi ársins að taka þátt í öllum keppnunum og halda því í topp 10. Hvernig gengur það? Já, ég er búinn að taka þátt í fyrstu 3, síðasta móti eftir í Vestmannum og ég er í 10. sæti fyrir síðasta móti, þannig að þetta er bara gengur vel enn sem komið er, maður verður bara að standa sig í síðasta mótinu. En verður maður ekki svolítið þreyttur á þessu? Nei, alls ekki. Það var gaman að keppa en það er vissulega ákveðin léttir að fá smá hvíld núna í nóvember, desember og janúar. Og er nýtt markmið á næsta ári? Já, maður setur sér bara nýtt markmið þegar þetta er búið. Topp 5? Jafnvel topp 5. Komast á palli einu móti allavega. Frábært, gott markmið, gangið vel. Takk fyrir kærlega. Þá er komið að 4. og síðustu keppninni í EAS þrekmótaröðinni en það er 5x5 áskorunin. Hún er haldin hér í Vestmannaeyjum en það gefur keppendum frábært tækifæri að kynnast hverjum öðrum og njóta þeirra náttúruperlu sem Vestmannaeyjar eru. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark, far away, I am dying. 5x5 áskorunin er hörkukeppni en uppbygging hennar er ólík hinum keppnunum. Stefán Drengsson er á svæðinu, hann ætlar að fanga stemmingun og taka nokkra keppendur tali. En fyrst er hann komið með Leif Geir mótsaldara sem ætlar að segja okkur aðeins frá keppninni sjálfri. Við erum hérna með Leif Geir Hafsteinsson, hann sér þessa keppni ásamt öðrum. Leif Geir, hvað snýst 5x5 keppnin? Þessi keppni gengur þannig fyrir sig að hún skiptist upp í 5 box, eða 5 hólf
Við hverju hólfi vinnur keppandinn í 4 mínútur og á að reyna að gera eins mikið, eins margar endurtekningar, fara eins margar umferðir og hann getur á þessum 4 mínútum. Svo fá mann mínútu pása á milli, færa sig yfir í næsta box. Boxin öll ólík. Það líkamsæfingar, hlaup, hopp, vinna með stangir og lóð, ketilbjöllur, róður, hnébeygur, þannig að þetta reynir á í rauninni allt sem hægt að reyna á og ekki síst auðvitað þrek og úthald því það dregur að fólk eftir því sem það fer í gegn. Þessi keppni eins frá ári til árs, þannig að fólk getur bætt sig persónulega og sett met, Íslandsmet og gamlingjamet og alls konar svoleiðis. Og hún frekar aðgengileg, það ekki miklar þyngdir, þannig að fólk þarf ekki að vera í svakalega góðu formi til að taka þátt í henni. Og auk þess hún þannig að af því að þú vinnur á tíma, þá færðu skor þó þú gerir bara 2 endurtekningar. Skilurðu, þú þarft ekki að gera 50 endurtekningar af ykkur til þess að komast í gegnum keppnina. Tíminn kemur þér í gegnum keppnina, þannig að hún mjög aðgengileg og fínt fyrsta skref fyrir þá sem eru að svona gíra sig upp í að byrja að taka þátt í keppni þrekmótaraðarinnar. Við þökkum þeim fyrir þetta en lítum nánar á keppnina. Keppnin skiptist í 5 hólf þar sem æfingar eru framkvæmdar í 4 mínútur. Þá klukkan stöðvuð og keppandi fær mínútur hlé þar til næsta hólf hefst. Stig eru gefin fyrir hvert hólf og gildir heildarfjöldi stiga úr öllum hólfum. Hólf 1, 10 6 metra sprettir, 10 bekkjarhopp og 10 uppsetur. Hólf 2, 10 einnarhandar snörun, 10 sveiflur og 5 deck squats. Hólf 3, 10 armbeygjur, 15 froskar og 50 metra sandbókarhlaup. Hólf 4, 5 sinnum stöng frá jörðu upp fyrir höfuð og 5 burpees. Hólf 5, karlar á 800 metra en konur 650 metra. Síðan hnébeygjur þar til tíminn rennur út. Þá komið að keppninni sjálfri en hún hefst á einstaklingskeppni karla. Stefán Drengsson komið með 1 keppanda í viðtal. Sveinbjörn Sveinbjörnsson vann þessa keppni í fyrra en hann vann einnig EAS þrekmótaröðina en hann reyndar ekki búinn að keppa mikið þetta árið. Hvernig stendur á því? Ég bara var meiddur í crossfit-keppninni og bootcamp-keppninni, þannig að ég gat ekki tekið þátt þar því miður. En þú ert að koma sterkur til leiks aftur núna? Vonandi, það kemur ljós eftir 4 mínútur. Jú, ég held að ég ágætur bara núna, þannig að ekki mínum besta en fín, nógu góður. Við höfum hérna Stefán Einarsson en hann kom alla leið frá Ólafsvík og æfir hjá Solarsport. Þú varst að klára brautina, hvernig gekk? Það gekk þokkalega. Menn gera bara sem geta hverjum degi og þetta var best ég gæti í dag og vonum að það verði bara nóg. Komstu með dallinum í gær? Nei, við komum með flugi á fimmtudaginn. Þorðum ekki að taka hann áhættur með veðri, þannig við tókum bara bústarnans Árna Jónsson og vorum grand á því og erum búin að vera henni 4 daga. Og hvernig Þetta magnað. Við erum búin að fara stund á sundi hérna núna 3 svar og skoða alla bæinn, þannig þetta bara draumur. Nú erum við búin að sjá okkur keppa svolítið mikið hér í EAS þrekmótaröðinni. Hvernig hefur þetta verið fyrir okkur? Þetta magnað, þetta fyrsta árið okkar. Við tókum bara ákvörðun, bara rétt fyrir fyrsta mót. Ég byrjaði til dæmis að æfa 3 vikum fyrir fyrsta mót. Ætlum að fyrst að vera í bara liðakeppninni. Það var ekki pláss fyrir mig, þannig ég fór í einstaklings og þá fylgdu þeir eftir. Og síðan bara ekkert aftur snúið. Við æfum 6 sinnum í viku og þetta hittust alltaf í hádeginu nokkru saman og þetta bara svona gulrótin sem við þurfum til þess að halda áfram. Er þið eitthvað að rífa upp andann í heimabænum? Já, það búin að stóraukast aðsókn í líkamsræktarsalinn, hvort það sé okkur að þakka eða ekki, en við hlaupum mikið berra og ofnum allan bæ, þannig að það getur verið að sér trekkir að.
Stelpunnar að fíla það? Ég efast ekki um það, Við þökkum kærlega fyrir þetta. Takk fyrir. Við erum komið Sveinbjörn aftur. Hvernig gekk? Þetta gekk svona allt í lagi. Það gekk ekki vel en ekki illa. Segð aðeins betur frá þessu. Þú veist bara að ég náði ekki alveg takmarkanum sem ég ætlaði að ná í öllum boxunum. En í flestum náði, þannig að... Hvað var erfiðast? Þetta er allt jafn erfitt eiginlega. Það er erfiðara sem líður á keppninu og það voru náttúrulega búin að gera meira. En þú veist, bootcamp-boxið og crossfit-boxið voru þetta segja erfiðast núna. Svo ertu í úrslitinu líka í liðakeppninni. Áttu nóg orku eftir í hana? Já, það er langt í hana. Það er alveg 1,5–2 tímar. Það er flott. Fæ sér að borða á svona og þá jafnar maður sig. Þá er röðin komin að stelpunum. En Stefán er búinn að góma 2 öflugar stúlkur sem eru á leið í braut. Við erum hérna með Kristjánu og Hjördísi en þær eru efstar í EAS þrekmótaröðinni og eru að fara að keppa saman á eftir og eru í harðri baráttu. Hvernig leggst þetta í ykkur? Bara flott. Já, mér hlakka bara til. Það verður gaman. Keyri í þetta. Skemmtileg braut. Eitthvað sem ykkur kvíðir mest fyrir? Crossfit-boxið er eins mér svona erfiðast allavega. Bjölluna kannski erfiðast það finnst mér, ef það er eitthvað. Annars er þetta bara létt og gaman, ekki? Fólk hefur bara talað um það að því lengra sem líður á keppnina það hefur verið erfiðast. Já, það er alveg rétt sko. Eftir því sem við komum lengri eða fleiri box þá er þetta að fara að taka í sko. Já. Algjörlega. Það reyna bara að fara í jöfnurhraða í gegnum þetta. Já, nákvæmlega. Nú ert þú, Kristjana, hvað maður segja, drottning þrekmótaraðarinnar, búin að vera efstu sætunum mörg ár, þá líka í þrekmeistaranum. Yngri kynslunni, hún hefur loksins komið ná í þig núna. Það er komið tími á það. Ég er mjög ánægð með Hjördísi og ég er bara stolt að standa við hliðina á henni núna sko. Þannig að það er bara gott mál. Það er gaman að stakja við Kristínu líka, flott. Hún er flott. Hún veit allan hvað hún eftir mörg ár í. Já, ég veit að maður getur verið svo lengi sko. Það er ánægilegt sko. Það er gaman. Ég þakka kærlega fyrir þetta og gangu vel á eftir. Takk fyrir. Þá er komið að parakeppninni. Pörin skipta hólfunu niður og gera æfingarnar í 2 mínútur kort.
Þetta svo gaman. Þetta búið. 30 sekúndur. Þetta awesome. Að venju endar mótið á liðakeppninni. 2 af 5 eru í hverju hólfi og framkvæma æfingar í 2 mínútur hvor. Stefán hefur fengið til sín svala strákar Eyjum í smá spjall. Þá fyrir liðakeppnin að fara í gang, en hérna með 1 lið, Hress og Gaurar. Og eins og það takk eftir þá búningakeppni. Strákar, það má sjá að þið eru sjómenn. Jú. Það er enginn okkur á sjó. Fættir og uppáldi Vestmannaeyingar. Hvernig stendur á þessu val og þessu búning? Bara, það er appelsínugult þema hjá öllum Vestmannaeyingum til að styðja Varða og Gunnu sem eru á spítala í Reykjavík. Varði mittist og slasaðist í einhverju slysi og lamaður upp á spítala. Það er flott hjá okkur strákar. Hentar svona búningu vel í svona keppni? Þetta er svo sem bara uppbytun á búningurinn. Það er bara... Já, við keppum ekki þessu, við förum úr þessu árum við keppum, sko. Þetta er uppbytun á galli. Og þá kemur ljós hvernig innri gallarið með. Hvernig er hann? Heyrðu, það er nú bara IBF gallinn, sko. Uppbytun á gallinn. Og er þið að stefna hátt? Já, svona fyrsta kannski. Fyrsta sæti, sko. Við þökkum strákunum kærlega fyrir.
Úrslitin í 5x5 áskoruninni voru þau að Sveinbjörn Sveinbjörnsson og Bootcamp sigraði karlaflokk en Helga Torfadóttir og CrossFit Reykjavík kvennaflokk. Parakeppnina sigruðu Ingunn Lúðvíksdóttir og Árni Freyr Bjarnason og CrossFit Sport. Og eftir hörku keppni í liðakeppninni eru CrossFit Reykjavík Elite sigurvegari karlaflokki en í kvennaflokki unnu CrossFit Bombur úr CrossFit Sport. Þá 5x5 áskoruninni lokið að sinni og þar með lýkur EAS tryggmótaröðinni. Næsti þáttur mun fjalla EAS tryggmótaröðina í heild sinni, farin verður yfir hvert mót fyrir sig og við fáum að vita hverjir öðluðust titlana hraustasti karl Íslands og hraustasta kona Íslands 2011. Samantektin verður sýnd 5. daginn 10. nóvember hér á Stöð 2 Sport.